Góða kvöldi, kæra áhorfendur og verið velkomin með okkur á Norðurhólsvöllinn hérna, strákarnir og IA TV mættir í lengjudeild kvenna IA Grótta framundan hér í alveg topp aðstæðum, grasið grænt, vindur lítill sem engin og svona smá raki í loftinu en ekkert sem að truflar og ég myndi segja stórkostlegar aðstæður til þess að spila fótbolta og við erum bjartsýnir á að við fáum akkurat það, góðan, skemmtilegan leik. Við kannski gefum okkur tíma núna í að skoða þetta bæði lið búin að spila einn leik í deildinni hinga til í að byrjaði á jafntefli á útivelli gegn Víkingi Reykjavík þar sem að það er jöfnuðu leikinn á 92. mínútu. Og ég átti smá spjall við Unnar, annan þjálfara IA hérna rétt fyrir leik og þau náttúrulega lendi því að Anita Sól Ágústsdóttir þurfti að fara að velli meitt á 17. mínútu og við það sagði hann að hefði riðlast töluvert uppspilið sérstaklega hjá þeim og Víkingar nýttu sér vandræðagang og skoruðu mark á 22. mínútu. En eftir það hafi Skagaliðið svona sótt ansi stíft og uppskar jafnteflið að lokum og hann vildi meina það allavega að IA hefði jafnvel átt meira skilið úr þessum leik heldur en það að þetta eina stig. Hins vegar spilaði Grótta á heimavelli í fyrstu umferð gegn Fjölni og sigraði þar 1-0 með marki Helgu Rakelar Fjaladóttur á 78. mínútu. En það er kannski verðt að minnast þess að þessi lið spiluðu síðan saman í janúar 2020, núna fyrir í vetur í beinni útsendingu hérna hjá okkur úr Akraneshöllinni og þar sigraði IA 6-0 mjög örugglega og því verður spennandi að sjá hvernig þessi leikur fer að svona miða við þau úrslit að þau hafa nú ekki spilað nema tvisvar sinnum virðist vera áður og IA vann leikinn þar á undan 4-0 en við förum yfir byrjunarliðin hjá IA er í markinu nummer 1 Tinna Brá Magnúsdóttir, býtur nú við, nei þetta er nú eitthvað ekki alveg rétt sé ég hérna hjá þeim á úrslit.net það er við förum bara beint inn á ksi.is til þess að fá þetta algjörlega staðfest. Já, hérna er þetta. Númer 12 í markinu hjá IA er Anita Ólafsdóttir. Aðri leikmenn eru Jaslín Asley Púsell, númer 3. Númer 4 er Hrafnhildur Arin Sigfúsdóttir sem kemur inn fyrir Anitu. Eva María Jónsdóttir er númer 6. Númer 7 er Erla Karitas Jóhannesdóttir eða Kaja eins og við köllum hana. Númer 8 Sigrún Eva Sigurðardóttir. Númer 10 Bryndís Rún Þórólfsdóttir fyrirliði. Númer 11 er Fríða Halldórsdóttir. Númer 14 er Unnur Ýr Haraldsdóttir sem hefur tekið skóna fram á 9 sem er mikið gleðiefni fyrir okkur Skagamenn. 17 Védís Agla Reynisdóttir og númer 20 Sandra Ósk Alfreðsdóttir. Í marki Gróttu hins vegar númer 1 er Tinna Brá Magnúsdóttir. Númer 5 er Rakel Lóa Brynjarsdóttir. Númer 6 Helga Rakel Fjalasdóttir. Markaskorari þeirra úr leiknum gegn Fjölni. Númer 9 Tinna Jónsdóttir fyrirliði. Númer 10 Bjargey Sigurborg Ólafsson. Númer 11 Heiða Helgudóttir, númer 20 Sigrún Ösp Aðalgeirsdóttir, númer 21 Diljá Mjöll Aronsdóttir, númer 23 Emma Steinsen Jónsdóttir, númer 24 Lovísa Davíðsdóttir Skeving og númer 29 er María Lovísa Jónasdóttir. Varamannabekkirnir eru þannig skipaðir að hjá Skagamönnum er varamarkmaður Friðmey Ásgrímsdóttir, númer 30. Aðrir varamenn eru númer 9 Erna Björt Elíasdóttir, númer 15 Klara Kristinsdóttir. Númer 16 Veronika Líf Þórðardóttir, númer 18 María Björk Ómarsdóttir, númer 19 Anna Þóra Hannesdóttir og númer 25 Lilja Björk Ólafsdóttir. Já, Gróttu eru varamennirnir númer 2 Eydís Lilja Eysteinsdóttir, númer 3 Margrét Rán Rúnarsdóttir, númer 14 Mist Þormóðsdóttir Grönvold, númer 15 Edda Björk Eiríksdóttir, númer 16 Hulda Sigurðardóttir, númer 17 Sofía Elsie Guðmundsdóttir og númer 25 Lilja Líf Margrétardóttir. Dómar í dag Magnús Valur Böðvarsson og honum til aðstoðar eru þeir Níls Helgi Nilsson og Ingi Bjartur Jónsson.
sjáum hér Skagakonur gera sig klárar. Já, það stuð og stemming. Allt að verða klárt. Annar leikur Skagakvenna á þessu sumri í lengjudeildinni og leikurinn kominn á stað. Það Gróttukonur sem að byrja hann. Og það blása hérna strax til sóknar eða hvað, nei, spila tilbaka. Heiða Helgudóttir tilbaka á Sigrún Ösp. Sigrún fær hann aftur. Skagaliðið ekkert að pressa neitt allt og hátt á vellinum. Kemur boltinn út til hægri. Þetta vel gert þarna. Védís Agla vann boltan. Fríða stingur honum upp í vinstra hornið og hann verður Unnur Ýr á stað. Unnur Ýr alltaf verið snögg. Kemur boltanum fyrir markið. Kaja aðeins þarna á eftir Sigrún Ösp sem að kemur þessu frá. En fín barátta þarna hjá Kaju sem að næra að vinna. Nei, þetta Védís. Unnur innkast, Unnur fær hann frá Söndru, fær hann aftur, kemur hann aftur út á Söndru, boltinn sé hann fyrir marki en þetta örugglega í fangið á Tinnubrá í markinu. Nokkuð hressileg byrjun þarna hjá Skagakonum og þá það Gróttuliðið sem að reynir að spila hérna upp völlinn. Heiða á Diljá sem að missir af boltanum. Hrafnhildur sterk hérna, setur hann upp í hægra hornið. Kaja eldir og á undan Heiðu hérna. Kemur sér með boltan fyrir en þarna vantaði einhverja gula treyju í teginn. Þá koma Gróttu stelpurnar fram. Þessi sending beint í Védísi sem að leggur hann svo tilbaka. Þá getur Skagaliðið farið að byggja upp hérna. Sandra í vinstri bakgrunn og Hrafnhildur Arín í hægri bakgrunn. Síðan það Jacqueline Púsell og Anna-María Fríða baka á Hrafnhildur og missir hann frá sér hérna. Bryndís, Védís og Sigrún svona á miðsvæðis og síðan það Unnur Ýr, Fríða og Erla Karitas fremstu línunni. Sigrún lætur hann tilbaka á Tinnu. Tinna hikar aðeins hérna, kemur með sendingun út til hægri. Unnur Ýr pressar stíft á Emmu. Sendingin frá henni beint á Védísi en ná að halda þessu gestirnir. Boltinn út til hægri, síðan upp í hægra hornið. Eva María, ekki Anna María, Eva María skallar þetta á Söndru. Sendingi síðan inn á miðsvæðið. Endar hjá Gróttu en slugsending beint á Sigrúnu sem að stingur honum í gegn en þarna Sigrún Ösp var að vera fyrir þarna. Unnur Ýr var komin í fluggýrin. Sigrún skiptir út til hægri. Þetta Hrafnhildur eldir þetta af krafti en vel gert hjá Heiðu. Fær hann svo aftur. Diljá skiptir yfir til hægri. Bjargey nær að snúa. Setur hann út á Tinnu. Nei, hér það Tinna sem að fá hann hérna frá Helgu Rakel. Og innkast sem að Grótta á. Tinna fær boltan nær að setja hann fyrir en Eva María vel að verði, kemur hún síðan langt fram. Erla Karitas setur hann hátt í loft upp og Gróttukonur vinna boltan. Tilbaka á Heiðu sem setur hann hérna út á Maríu. María áfram upp í hornið en
Jacqueline skýlir þessum bara, leyfur honum að fara. Jacqueline finnur Fríðu, sendingin frá henni, ratar út fyrir hliðalínuna. Kemur innkastið á Tinnu, Tinna síðan inn fyrir vörnina, en Anita út úr markinu gerir þetta vel. Þarna máttu ekki miklu muna. Það var Bjargey sem var við það að komast í boltan þarna, sendingin eitruð. Já, Tinnu. Það er Jacqueline, setur hann upp í hægra hornið, finnur Fríðu, sendingin var föst, þannig að Fríða náði ekki að finna samherja. Kemur María. Komin inn á teiginn upp að endamörkum en nær ekki að setja hann fram hjá Jacqueline. En fyrsta hornspyrnan að líta dagsins ljós er og það er Diljá Mjöll Aronsdóttir sem að býr sig undir að taka hana. Byrja fyrsta almennilega ógrinni hérna. Það er Gróttur kvenna sem að það er, kemur boltinn inn á markteiginn. Það er Eva María sem að skallar þetta út fyrir teiginn, eða út í teiginn. Það er vinna boltan aftur, en Erla Karítas búin að vinna hann aftur, leggur á stað, Unnur Ýr tekur við eða hvað? Nei, Erla er ennþá með hann. Núna er það Unnur sem að, en sendingin aðeins og framalega. Og Emma Steinsen nær að komast í boltan og síðan er það Skagaliðið sem að vinnur hann og það er róað þetta niður. Eva, fín sending á Unni, hún nú til vinstri. Sandra gerir þetta vel. Védís. Eva, ekki nógu ákveðin hérna. Rakelova komst inn í þessa sendingu en missir hann ólangt frá sér. Gert hjá Bjargey hérna, reynir að finna fyrirliðan, tekst ekki. Jacqueline les þetta, boltinn síðan á Bryndísi, en hún missir hann. Engin rangstaða dæmt hér, er að María Lovísa sem er að komast inn á teiginn, Hrafnhildur til varnar, gerir þetta virkilega vel Hrafnhildur, en hotspyrna dæmt. Fín vörn þarna á Hrafnhildur Arín. Og Magnús Valur ekki neinum vafa hana. Kemur hotspinnan, það er aftur Diljá Mjöll sem að tekur hana. Kemur hann aftur inn að markinu, Anita grípur þetta miklu öryggi. Við láðist nú að telja upp þjálfarateimin hjá, það er Aron Ími Pétursson og Unnar Þór Garðarsson sem eru þjálfarar Skagakvenna. Magnús Örn Helgason hins vegar þjálfari Gróttu. Bæði þær Anita Sól og Selma Þorsteinsdóttir meittar hjá ÍA-liðinu, en þær verða líklega klárar í næsta leik, þannig að það er ekki mikið meiðsli í Skagaliðinu, þannig að þeir þjálfarar hafa úr svona fullum hópa að velja í næsta leik, hélt Unnar. Og það er ljómandi fína fréttir fyrir okkur heimamenn hérna. Kemur innkastið á Bjargey, en boltinn út af. Sandra finnur Fríðu sem er komin hérna núna vinstra megin. Sendingin tilbaka ekki góð, beint á Tinnu. Tinna reynir að finna Maríu. Tekst það, en ekki alveg þar sem hún ætlaði. María Lúisa fer á stað, Hrafnhildur, vel gert hjá henni.
Það er Diljá sem að tekur innkastið. Tinna býður sig, fær hann hérna. Sigrún til varnar, kemur þessu frá, aftur á Diljá en lætur hann fara. Diljá tilbaka á Heiðu. Með fína sendingu inn á miðsvæðið, þar er Lovísa, skiptir yfir á Rakel Lóu, Rakel hótar fyrirgjöfinni, kemur svo með hana hérna utan fótar og þetta dansar inn í teginn, Sigrún Eva kemur þessu frá, það er Kaja sem að hirðir hann upp hérna út á hægri kantinum, Diljá eldir hann af krafti, Kaja ennþá með hann hérna, ekki dæmt ennþá, innkast að lokum. Svona sýndist á líkamstjáningu aðstofadómarans hérna, hann var svona veltaði fyrir sér að flagga á þetta. Hann lét það ógert og innkast hérna í frímerkinu, mann annars upp við hotfana sem að Hrafnhildur Arín tekur. Þetta er þessu stutt á, Fríðu fær hann aftur, kemur sér með vinstri en það er Gróttu vörnin sem að vinnur úr því. Marja Lovísa að koma hérna á ferðinni, leitar inn á miðuna, þar lendur hún í Söndru Ósk sem að vinnur boltan og Marja brýtur á henni. Söndru Ósk vel vakandi hérna. Sandra reynir að finna Unni, tekst ekki en hún vinnur síðan boltan hérna vel, flott tækling. Unnur Ír lyftur þessu inn á teginn, Fríða nær hún að taka með sér, nei. En boltinn hrekkur út á Bryndísi Rún sem að nær skotinu. En auðveldlega varið hjá Tinnu Brá. Þá spila þær út Gróttu konur. Sjáum þetta kannski aftur þessa sókn hérna. Ágætis skot hérna en bara beint á Tinnu Brá í markinu. En Skagalið búið að vinna boltan hérna. Sigrún út til hægri á Védísi. Védís. Sendingin ekki nákvæm hérna ætlu Fríðu. Kemur Helga Rakel, skiptir yfir. Þarna er rangstaða klárlega á Maríu Lovísu. Það var alveg með þetta á hreinu. Sáu þetta allir sem að vildu. Sendingin kom kannski aðeins og seint á stað þarna. Það er Jacqueline sem að tekur þessa spyrnu út til hægri. Þetta er beint á Maríu sem að næri ekki að halda honum inn á þó. Sendingin ekki góð frá Jacqueline. Védís snögg að taka þetta af. Kastar bara undir Fríðu sem að setur hann segjan út af. Vantar aðeins svona touchið hjá Skagaliðinu. Nýju búningarnir komnir. Sendingin yfir beint á Sigrún Evu. Sigrún Bryndís tekur hann sem setur hann á Unni. Hún reynir að finna Sigrúnu, tekst ekki. Vel unnið þarna hjá Lovísu. Unnur Ír vinnur vel tilbaka þarna. Tækla boltan frá Rakel Lóu en innkast. Kemur boltinn inn á teginn, hátt en Anita ekki í vandræðum með þetta. Setur hann á Evu Maríu. Það er pressa nú nokkuð hátt á vellinum og vinna boltan. En Fríða les þessa sendingu. Fríða, Unnur Ír með henni. Já, þessi sending allt og framalega og Emma Steinsen. Já, gerir þetta vel, sparkar boltanum í Unnur Ír hérna. Unnur Ír kannski ekki alveg með nákvæmlega þann hraða sem hún var með hérna fyrir 2 árum síðan en þá kannski eftir að koma. Þá var hún líka ótrúlega snögg eins og hún hefur jafnan verið. Bryndís
Stingur honum inn fyrir hérna Erla Caritas en hún flögguð rangstæð. Flaggar með vinstri hérna. Það svona ákveðið stílbragð. Þá byrja Gróttukonur að byggja upp svo. Skagakonur, margar á miðunni. Nú Védís Agla sem öftust þarna í þessum þrýðingi sem mynda inn á miðsvæðinu. Hún og Bryndís og Sigrún Eva skipta svona á að vera þetta akkeri. En þær hafa lítið pláss til að fara í gegnum miðuna en þær hafa verið að ná að leita þó hérna upp hornin. Hér aftur á móti, fín sending. Sendingin yfir og hér bara sýnist að vera Rakel Lóa sem að sleppa í gegn, já, og það fyrsta markið. Þetta kemur upp úr þurru nánast, en það var þarna sending í gegnum miðuna sem að sprengdi þetta upp. Sjáum þetta hér, en þetta virkilega vel afgreitt. Anita, hún bara kloppar hana. Rakel Lóa Brynjarsdóttir að koma Gróttu yfir hérna. Og ég ætla ekki að neita Véfengi að það. Þetta bara það sem að það eiga skilið þannig séð. Það eru búin að vera meira ógnandi hingað til. Já. Höldum áfram! Yes. Smá. Þetta nú bara fyrsta mark sem Grótta skorar gegn Ía í kvennaboltanum. Ætla ég að leyfa mér að fullyrða. Allavega miðað við þær heimildir sem ég var að skoða áðan. Sendingin frá Hrafnhildi ekki nógu nákvæm. Það eflast hérna bara eitthvað frábælega gert. María Lóisa komin hérna inn fyrir Hrafnhildi. Hrafnhildur sem vinnur vel tilbaka. Og síðan Jacqueline í hjálpavörðinni. Það spilaði þær út úr þessu. Eva á Védísi, fær hann aftur. Efu vantar möguleika, kemur með hann bara langan fram sem auðvelt fyrir Emmu. Kemur sending upp í hægra hornið, móttakan ekki nógu góð þannig á Bjargey, brýtur síðan á Söndru. Það lítið, kannski lítið slegnar út af læginni hérna í að liðið. Anita og Jacqueline lyftir þessu hérna fram. Fríða fleytir þessu áfram en þetta of langt fyrir Hrafnhildi en þær pressa núna bæði Hrafnhildur og Kaja og vinna innkast. Védís færa nú kastinu, gerir þetta vel, nálgast í tegin og það brotið á henni. Þetta var virkilega vel gert hjá Védís Öglu. Það var síðan Lovísa Davíðsdóttir sem að brauta á henni þarna en þetta skotfæri fyrir Fríðu Halldórs. En það fjölmenna inn á tegin, Jacqueline kemur inn á teg, Eva María inn á teg. Ég ætla nú bara alveg að gefa mér það að Fríða láti bara vaða á markið. Nei, hún gerir það ekki, lyftir þessu inn á fjær og það Jacqueline sem þó dæmt rangstæð en það kemur ekki að sög. Skallinn rétt framhjá. Sjáum þetta aftur hérna. Já, rangstæði, veit það ekki, en flaggi fór allavega á loft, en spyrnan fín. Þá það Gróttulið sem byggir upp sókn, sendingin löng hérna beint á Söndru. Sandra finnur ekki samherja, en Bryndís tilbaka á Hrafnhildi, hún á Jacqueline. Jacqueline síðan lyftir þessu fram á Fríðu. Þetta aðeins betra hjá Skagaliðinu. Þessi sending erfið, Hrafnhildur nær að halda honum inn á.
María Lóvísa, Hrafnhildur gerir vel í að vinna boltan að henni. Sigrún Eva lyftir þessu síðan inn á tegin en þetta er óvinnalega og beint í fangi á Tinnu Brá sem er síðan snögg að koma þessi í leik. Það er út á Rakel Lóu. Rakel upp í hægra hornið, Bjargey. Eva María til varnar. Eva gerir þetta vel, kemur boltanum frá. Já, Gróttuliðið sýndi það nú alveg í síðasta leik að það er vinna Fjölni 1-0 í fyrsta leik á heimavelli og ekki það maður, það er náttúrulega eftir allt þetta COVID-ævintýri þá er nú lítið hægt að vita þessi lið, hversu sterkur sá sigur en hann virðist alveg vera nokkuð sterkur. Kemur boltinn inn á tegin, Jacqueline kemur þessu frá en það er taka frákastið en ekki lengi. Bryndís á Unni Ír sem að kemur síðan bara meðan langt hérna. Fríða pressar og Rángstaða klárt. Tinna kom hérna og seint út úr rangstöðunni en 20 mínútur liðnar og það eru gestirnir sem að leiða hér. Jacqueline inn á miðuna og Sigrún, þetta er erfiður bolti. Sigrún búin að vinna hann aftur en missa hann aftur, það er brotið á henni þarna. Aukaspyrna. Hrafnhildur fer af stað en aukaspyrnan ekki tekin á réttum stað. Hildís fær hann hérna, Hrafnhildur hátt upp á vellinu núna. Hildís skiptir yfir til vinstri á Evu. Eva finnur Unni sem að lyftir hann hérna inn í áttina tegnum. Fríða í baráttunni, Heiða kemur þessu næstum því frá en vantar ekki viljan í skagalið. Hrafnhildur hérna í baráttu við Diljá en sem að missi boltan. Fríða lyftir þessu síðan inn á fjær og þar er Unnur í rétt missir af honum. Grótta, hættum að láta ít okkur! Sjáum þetta aftur hérna, Fríða aðeins krafsaði í fætunar á henni þarna en ekki dæmt, sendingin góð og Unnur Ír örlítið þarna á eftir. En það eru aðeins að svona hressast við aftur skagalið. Pressaðar Tinna, það eru kaldar hérna, Sigrún rétt við það vinna boltan en það gera það síðan á endanum. Unnur Ír tækla boltan þarna til Bryndísar. Bryndís reynir að finna Söndru, það tekst með miklu harfylgi á Söndru að vinna hennar bolta en Gróttuliðið búið að vinna hann aftur. Vel gert hérna hjá Lóvísu. Kemur síðan löng sending fram. Svona Jacqueline setur var tilbaka á Anítu. Já, það er þurft að kafa djúpt í karakterinn skagalið til þess að jafna gegn Víkingum. Virðist stefna í það að þær þurfa að gera það aftur hér. Védís hérna leikur sér að eldinum. En hún var allavega pollaróleg. Sandra, sendingin ekki nákvæm. Kemur sendingin inn fyrir á Tinnu sem er dæmt rangstæð. Það eru fleiri leikir í þessari deild í gangi. Akkurat núna. Sendingin komin hérna upp í hornið á Hrafnhildur í áttina tegnum, full bráð á sér hérna en vinnur hornspyrnu. Það er þá fyrsta hornspyrnan sem að Ía fær í leiknum. Tindastóll tekur á móti Keflavík, toppliðinu sem að sigraði sinn fyrsta leik 4-0 síðan er afturhelding sem tekur á móti Víkingi Reykjavík, þar er staðan 0-0. Síðan er Fjölnir að taka á móti Haugum þar sem að staðan er 1-0 fyrir Hauka og síðan frestað, en hér kemur hornspyrnan.
þeir ná að Tinna nær að skalla þetta út í tegin. Jacqueline nær að snúa hérna, kemur honum ekki fyrir. Sendingin aftur fyrir og þeir ná að hreinsa þetta frá og hér kemur bara ok, hann að Védís vel staðsett. Síðan átti að vera leikur Augnabliks og Völsungs einnig í kvöld en þeim leik var frestað vegna COVID-19 smits í herbúum Blika og Augnablik auðvitað svona eins konar varalið Breiðabliks og eflaust hafa einhverjar þeirra stelpna sem átt að spila með Augnabliki átt að vera það var væntanlega mætt á æfingar með þessum leikmanni Blika og því þetta einn af þessum leikjum sem frestað vegna málsins. Svona verður einmitt spennandi að sjá hvort að menn bakka aðeins í þessu öllu saman í fótboltanum eftir leik, hvort það heilsast eða hvort það verður bara hvort það heilsast með fótum jafnvel. Kemur stungusending inn fyrir, þetta var lykiltækling þarna hjá Sigrún Ösp en Skalið búið að vinna boltan aftur. Hrafnhildur kemur honum síðan fyrir markið, það reynsa þetta frá, Védís tekur frákastið, setur hann tilbaka á Evu. Eva ætlar bara í skotið hér, boltinn hrekkur til Sigrúnar, það á Védísi. Védís út til hægri á Hrafnhildi, nær hún fyrirgjöfinni hérna, já það gerir hún og boltinn siglir í gegnum allt saman. En Unnur Ýr leggur hann svo tilbaka hérna. Sandra með sendingu beint í varnarmann. Hér það síðan Gróttuliðið sem við það að sleppi gegn Tinna. En Anita gerir þetta vel og Jacqueline ekki síður. Já, þetta var það eru líklegri núna í að ná að jafna þetta hérna. Kaja vinnur innkast. Engar uppfæslur fáanlegar úr Tindastól Keflavík enn sem komið boltinn upp í hægra horni. Hér Erla Caritas í jörðinni, brotið á henni og aukaspyrna á fínum stað sem að Fríða fær að gera eitthvað úr hérna fyrir heimakonur. Þrjár í vegg, það var nú alltaf þrjár í vegg og þannig, ég trúi því ekki eða hvað, jú. Það svolítið splæsing. Þá kemur boltinn inn að markinu á fjarstöngina en Jacqueline kemst ekki í hann. Já, það náðu ekki alveg að gera sér mat úr þessu. Það einnig verið að spila í annari deild kvenna í kvöld. Fram tekur móti ÍR, þar staðan 0-0 eftir 41 mínútu. Og Hamar tekur móti Hömrunum, það skemmtilegt. En þar engin uppfærsla ennþá. Þetta vel spilað hjá Gróttu hérna en þessi sending ekki nógu nákvæm. Eins leikur í fjórðu deild karla í B-riðli í kvöld sem hefst klukkan 8. Snæfell tekur á móti SR. En við erum fyrst og fremst að fylgjast hérna með lengjudeild kvenna. Eva með tæpa sendingu, María Lovísa vinnur boltan. Stingur þessu síðan hérna á Tinnu. Tinna kemur með boltan fyrir og hér kemur bara fínasta skot hjá Bjargey. Fínasta upplaup hjá Gróttu, sjáum þetta hérna. María vinnur boltan hátt og kemur honum á Tinnu og sendingin frá henni góð og eitruð. Og hann þetta örlítið óörugg hana. Helga, farðu bara við henni, flott, talið í saman, Diljá, Helga, Bjargey. Þetta allt saman galopið í báða enda. Eva núna finnur Bryndísi. Bryndís á Hrafnhildi. Hrafnhildur lyftir þessu í áttina að Kæju en hún
Hún tók sénsinn hérna og var ekki umbunað. Diljá skiptir yfir til hægri en Védís nær að setja tána í boltan. Sigrún full lengi með hann hérna, leggur hann tilbaka. Eva inn á Sigrúnu. Sigrún tilbaka og Jacqueline heppin hérna. Jacqueline síðan fram á við. Ekki hitt hún á Fríðu en hún Fríða pressar og vinnur innkast. Staðan ennþá 1-0 hérna, hálftími svo gott sem liðin. Diljá setur hennan út fyrir. Og er það innkast hérna Sigrún. Reynir að dæmt aukaspyrna hana fyrir peysutók. Spurning hvort það ná að gera sér aðeins, já sko, menn það er fínt að menn útskýri hvað er að gerast. Þá er það Sigrún Eva sem að tekur þessu aukaspyrnu og Fríða smellir sér þá væntanlega inn á teig. Og aftur 3 í vegg, mér finnst þetta vel í lagt og fækkar þar að leiðandi eitthvað varnarmönnum inn á teig. Sigrún lyftir þessu inn að markinu og þar er skallað frá. Kaja tekur hann niður, nær ekki að leggja hann almennilega fyrir sig og þær koma þessu séðan frá. En allt Gróttuliðið var hann að koma í vörn, þannig að Védís lyftir þessu hérna fram, skallað frá. Bjargey verður þetta upp, kemur honum á Rakel Lóu sem að kemur sér með langan bolta, of langan fyrir tinnu. Og Anita handsamar knöttinn. Hrafnhildur á Sigrúnu, Sigrún tilbaka. Verðast nú, ég verð að segja það, eru nokkuð vel skipulaðar Gróttu konurnar. Nokkuð erfitt fyrir IA-liðið að finna svona greiða leið í gegn. Og svo eru það eitraðar í skyndisóknum. Sama, Kaja er núna komin aðeins hérna út til vinstri og önnur Ír er þá komin upp á topp. Védís með fína hreyfingu þarna. Sér hann aðeins frá sér en nær að finna Söndru. Sandra síðan lyftur þessu inn á teiginn en hann siglir bara upp í fangið á Tinnu Brá. Tinna kastar út á Diljá og tilbaka á Sigrúnu Ösp. Marja, byrja aðeins ofar. Já, ég leifir þeim aðeins að hafa boltan hann aftast. Kemur skiptingin yfir, Diljá einn á auðum sjó hérna, nógan tíma. Kemur hann á Marju. Marja fer á Hrafnhildi en Jacqueline er klár í varadekningunni þarna en Marja nær boltanum aftur. Marja síðan hreinsar og Hrafnhildur fylgir í eftir. Kemur sendingin yfir til hægri en hún er of löng hérna fyrir Rakel. Sandra finnur Védís Öglu. Hún á Kaju. Kaja síðan með langan fram. Þetta er bitlítið. Þetta er tæft og Skali vinnur boltan. Védís ræðst á vörnina hérna en Lovísa stoppar hana. Sandra á Védísi. Védís lyftir þessu fram á við á Kaju sem að nær ekki valda boltanum. Diljá. Til næsta pressa hérna á Kaju. Þannig að þessi sending var alltaf erfið. Hrafnhildur á Sigrúnu. Sigrún heldur boltanum. Vel spila núna Sigrún á Kaju. Boltinn enda inn á hérna. Frábælega gert hjá Jacqueline.
Og ætla sér hérna of. Tinna rennir þessu upp í hornið. María Lovísa. Hún er gríðarlega snögg hérna. Fína tilraun hérna en Hrafnhildur sá við henni. Emma lyftir þessu inn á teig. Tinna fleytir honum áfram inn fyrir. En Aníta endar með boltan. Kemur löng sending fram, Unnur Íra fleygifærð að elta þetta hérna, hún nær boltanum, kemur sér í skotið en yfir markið. Sjáum þetta er bara löng sending frá Evu Maríu beint í gegn. Rétt á undan Heiðu hérna í boltan. Staðan er þá óbreytt í öðrum leikjum. Þetta var ágætlega gert hjá Fríðu þarna. Það var að gefa innkast hins vegar. Já, gaman að heyra spjall. Þessara sjálfboðaliða sem að eru hérna á sjúkrabörunum á eftir ef að þeir þurfa að nota þér. Veit ekki hvort þeir gera sig grein fyrir að við erum með mikrofón handa við hliðina, en það bara kemur ekki sök. Vel gert. Já, Diljá þarna. Hrafnhildur, snögg að taka þetta, finnur Sigrún Evu, Sigrún á Unni, sendingin ekki nógu nákvæm. Unnur Ír var valinn leikmaður ársins árið 2018 af IA TV. Frábær sending á Unni Emil. Unnur kemur þessu fyrir og hér kemur dauðafæri. Það er Fríða sem á þetta skot. Óheppnar þarna skotið beint á Tinnu. Fínasta sending hérna og aukaspyrna dæmd og sjáum við aftur hérna þessi fyrirgjöf frá Unni. Hörku góð og vel varið hjá Tinnu Brá í markinu. Var vel staðsett. Kemur boltinn út af Maríu Lovísu. Við það að missa hann út af. Gerir þetta vel, skilur Hrafnhildi eftir en Jacqueline sem fyrr tilbúin í varadekninguna hérna og bjargar þessu. Sjáum Skagakonur hérna hita upp. Kemur innkastið. Tinna með baki í markið, lyftir þessu rétt yfir markið. Þetta var hættulegt. Sjáum þetta eftir hérna, við vorum að fylgjast með. Hér kemur þessi fíni snúningur hjá henni og þetta skot er baneitrað. Munar ekki miklu að þetta fari í netið. Kemur Skagaliðið, Eva á Fríðu, hún nót á Söndru, Sandra á fleygifærð hérna, Unnur Ír með smá pláss fyrir fram að sig. En Söndru tekst ekki að finna hana. Bryndís vinnur boltan, Unnur. Lyftir þessu inn á teiginn en þarna vantaði samherja. Ágætis hugmynd. Sandra mann vinnur hindan boltan fyrir Skagamenn. Sigrún aftur á Söndru.
Eva á Védísi sem að leggur hann tilbaka á Jacqueline. Þetta er typesending. Jackie þarf að taka á straugið. Brotið á henni hérna en boltinn ennþá í leik. Og Kaja að sleppa í gegn hérna og hér fellur Kaja við en ekkert dæmt réttilega held ég. Sigrún að spanna. Það hlupu saman hérna. Védís búin að fá boltan úr innkastinu. Védís fer í árásina, setur hann inn á teginn. Beint á Sigrúnu. Tinna vinnur tilbaka. Kaja hérna að pressa, er við það að ná boltanum. Já, hún nær honum. Grimm hérna Kaja og reynir fyrirgjöfina sem að enda með því að Ía fær hotspinnu. Er að rétt rúmar 5 mínútur eftir af þessum fyrri hálfleik. Væri voða ljúft að fá jöfnunarmark hérna fyrir hálfleik. En Gróttuliðið búið að vera sterkt hér í dag. En þá kemur Sigrún Eva sem að tekur spinnuna inn á markteginn, skalla frá Kaja í skotið en það er að vel yfir markið. Sjáum þetta aftur hérna. Vel staðsett þarna Erla Karitas. Tekur hann í fyrsta en það er ekki að halda honum niðri. Kemur Tinna með langan fram á nöfnu sína. Sendingin til hliðar. Bjargey nær ekki að halda þess inn á. Sandra. Unnur missir hann undir sig en hún vinnur boltan aftur eða hvað. Nei, fín vörn þarna hjá Emmu Steinsen. Fríða með baki í markið, leggur hann út aftur. Sandra nær ekki að finna Fríða aftur en Unnur Ír með boltan, reynir fyrir gjöfina í varnarmann, það er ná að hreinsa þetta frá. Það eru margar tilbaka núna, þéttar. Tinna ein hérna fram með að reyna að ná til boltans og halda honum þannig til að þeir ná að færa sig framar. Bryndís með ágætis hugmynd hérna, Rafnhildur var framalega, Védís skallar þetta tilbaka, Diljá, vel gert hjá henni. Rakel gerir þetta vel en Sigrún gerir það líka og vinnur aukaspyrnu. Sigrún kemur sér fram fyrir hana hérna, Védís snögg að taka þetta á Bryndísi. Yfir á Söndru, Sandra síðan ætlar að finna Fríðu, tekst ekki, fær boltan til sín aftur, leggur á stað, framhjá Bjargey, síðan stingur hún í gegn og Fríða er að koma sér hérna í færi en skotið í varnarmann og fær boltan í sig aftur. Ágætt tilraun hana. Sjáum þetta. Það er Sigrún sem að kemst þarna á milli og þá er það Gróttuliðið sem að spilar út í rólegheitunum. Emma út til hægri. Þetta er vel gert hérna, er að María Lóisa er út í hægra megin núna, skiptir yfir á Tinnu. Tinna að reyna að komast fram hjá Evu Maríu, tekst ekki betur en svo, hún vinnur þó hotspinnu. Diljá sem að tekur spinnuna fyrir Gróttu. Það eru þarna tvær sem að eru þarna að þvælast fyrir Anítu. Boltinn kemur fastur inn á teginn. Aníta út úr markinu, missir af honum, ekki dæmt. En Védís kemur hérna út með boltan. Missir hann svolítið frá sér hérna og vel gert hérna hjá Helgu Rakel sem kemur hún sinn inn á teginn en María Lóisa missir af honum. Þetta var hættulegt. Sandra á Fríðu. Fríða áfram, lengir hann hérna upp völlin en
Tinna lætur hann bara fara. Diljá, neðar. Sigrún, dýpra. Já. Prófa Tinnu, Maja Tinna reyfing. Bjarki. Gróttulið spilar þetta vel. Emma tilbaka á Sigrúnu. Sigrún með langan bolta hérna upp í hægra horni. Þar María núna. Kemst hérna inn fyrir Söndru. Nær hún að koma þessu fyrir? Nei, það gerir hún ekki. Ef að María kom hann í hjálpina. Hreinsunin frá Söndru ekki nógu góð. En Tinna nær ekki að stýra þessu á markið. Sjáum þessa hreinsunni hérna. Sandra full bráð. Óþarfi að flýta sér svona. En skotið vel yfir og framhjá. HR skalið að spila sig hérna út, boltinn út á Védísi. Védís leggur á stað. Framhjá einni, lendir á annari. Jacqueline á Védísi, hún tilbaka á Bryndísi. Hún á Evu, þetta er erfitt, venjuleg leikti með liðin í fyrri hálfleik. Og þá er flautað til hálfleiksstaðan 1-0 fyrir Gróttu í bara nokkuð fjörugum leik. Gróttulið heldur nærði að skora heldur en í að bæta við mörkum. Það er að segja. Skulum kannski sjá bara þetta mark. Það er Rakel Lóa sem að skorar þetta mark, afgerðir þetta virkilega vel gegnum klófið á Anitu. En við hérna strákarnir á IA TV ætlum að fara taka okkur hlé eins og aðrir hér og komum síðan að vörmuspori með síðari hálfleikinn eftir cirka 15 mínútur, þannig að ekki fara langt.
Já, velkomin aftur með okkur hérna á IA TV. Það er IA Grótta. Síðara hálfleikur framundan. Það er Grótta sem að leiðir 1-0 með marki Rakelar Lóu Brynjarsdóttur. Nokkuð snemma leiks. Og það eru 3 aðrir leikir í gangi eins og ég kom inn á hérna í upphafi leiks. Afturhelding er 1-0 yfir gegn Víkingi frá Reykjavík í hálfleik og Haukar leiða gegn Fjölni í Grafarvoginum 1-0 en engar fregnir hafa fengist frá leik Tindastóls og Keflavíkur. Mér sýnist að vera óbreytt lið hérna hjá báðum liðum. Það er Marja missir boltan hérna, Sigrún Eva lyftur í sinna á tegin aðeins fyrir aftan Kæju. Sigrún kemur þessu síðan hérna fram öllin. Sendingin upp hægra hornið, Tinna skilur hann eftir fyrir Maríu Lóisu en sending hennar út af. Ía liðið er þannig skipað að Anita er í markinu, síðan er Hrafnhildur Arín og Sandra Ósk í bakvarðarstöðunum. Jacqueline Púsell og Eva María Þórðardóttir í miðri vörninni. Fyrir framann þær á 3 manna miðju Bryndís Rún Þórólfsdóttir. Sigrún Eva Sigurðardóttir og hér kemur Sandra, missir jafnvægið aðeins. Já, Védís Agla Reynisdóttir og síðan er þær í fremstu línu Unnur Ýr Haraldsdóttir, Erla Karitas og Fríða Halldórsdóttir. Sama lið á hófleikinn. Fríða setur þetta upp í vinstra hornið, Kaja eftir, pressað á hana. Hann er rekinn hérna út af hotfana, tekur hann með sér tilbaka. Missir aðeins á honum en vinnur innkast. Það var Remma Steinsen sem að setja hann út fyrir. Sandra tekur þetta lið. Unnur reynir að koma aðeins inn á tegin, tekst ekki, það er ná að reynsa þetta frá. Eva skallar hann tilbaka á Jacqueline. Sendingin fram á Fríðu, fyrsta snerting svíkur hana illa. En lið Gróttu er þannig skipað í markinu Tinna Brá Magnúsdóttir, síðan eru aðri leikmenn Rakel Lóa, Helga Rakel, Tinna Jónsdóttir, kemur síðan sendingin, ég fyrir ekki við því. Tinna Jónsdóttir fyrirliði, Bjargey Sigurborg, Heiða Helgudóttir, Sigrún Ösp, Diljá Mjöll, Emma Steinsen, Lovísa Davíðsdóttir Skeving og síðan María Lovísa. Þetta er sama lið einmitt líka og hófleikinn kemur Védís með sendingu inn á tegin, Kaja missir hann aðeins frá sér, vinnur hann tilbaka, leggur hann síðan á, ætlaði að leggja hann á Hrafnhildi Arín. Mikil barátta hérna og Bjargey stendur af sér þetta. Það brutu nú held ég báðar á víxl. Þannig að kannski rétt að láta leikinn bara fljóta. Emma inn á miðuna, síðan kemur sendingin upp í hornið. María Lovísa er gríðarlega fljót. Kemst framhjá, Jacqueline er að koma sér í dauðafæri og síðan er skotið framhjá en það var Anita sem að varði þetta. Frábær sprettur hjá Maríu Lovísu, gríðarlega snögg. Hrafnhildur Arín átti í vandræði með hana. Þetta er frábærlega gert en markvarslan hérna hjá Anitu góð. Já, Anita gerði þetta vel, lokaði markinu vel, en hurðin skall nærri hælum Skagakvenna þarna. Já, Hrafnhildur átti í erfiðleikum með hann í fyrri hálfleiknum og nú er það Sandra Ósk sem væri að kljást við hana. Þessi hotspyrna frá Diljá inn á marktegin, þar er pakki og hér kemur skallið, þetta fer í varnarmann og síðan hreinsa frá. Enn hætta, fína spyrning hjá Dilju, það er fylla marktegin
að fólki þarna. Bara gert hjá Bjargey. Bjargey að nálgast tegin hérna. Leggur hann út, kemur skot, en það vel yfir. Við skulum sjá aftur hérna þessa hotspinnu. Já, það Eva María sem hérna fyrir þessum skalla. Þá það heimalið sem kemur áfram. Þarf að fara tilbaka. Það þetta á Evu. Eva út á Bryndísi sem finnur Bryndísi. Bryndís. Þetta gríðarlega þétt hjá Gróttu. Þeir eru að verjast virkilega vel og loka svæðum. Þetta erfitt við að eiga. Unnur á Bryndísi, hún á Söndru. Sandra síðan upp í hotni en Unnur Ír næra þessum ekki. María tilbaka á Emmu. Lovísa á Heiðu sem kemur með hann hátt fram. Tinna missir hann yfir sig. Jacqueline síðan öryggið uppmála hérna. Pollaróleg á Söndru. Eva með góða sendingu á Unni. Unnur nær að snúa. Sandra ekki komin í hlaupið eins og Unnur hélt þarna. María, Sandra stígur hana bara út. Eva á Bryndísi, hún nær að snúa. Síðan, góð hugmynd hjá Fríðu. Ætlaði að leta hann fara hana fyrir Erlu Karitas. Þá kemur Gróttuliðið. Bjargey á Tinnu, sendingin frá henni. Ekki nógu góð. María Björk Ómarsdóttir að gera sér tilbúna hérna á varamannabekk IA. Að fá svona fyrirmæli frá Aron Ími. Vel gert hjá Sigrúnu, vinnur boltan þarna af Bjargey. Eva á Fríðu, Fríða broti á henni. Mæki, annar stendur kallar ekki og þú spjald. Við erum báðir að kalla uppi, bannar. Já, þetta var skemmtileg kennsla í reglunum. Það má einn standa og kalla, það bara svoleiðis. Það verið að fylgja því. Sem að Védís svona komin í rauninni í bakvörðin svona meira og minna. Hrafnhildur Arin, það búin að vera núna tölverðan tíma. Hrafnhildur komið framar á völlin, Védís Agla, en nú skipta þær aftur. Emma, Sandra gerir þetta vel, ekki dæmt. Sigrún á Unni, hún á Fríðu. Fríða rennir þessu inn fyrir á Unni, missir hann aðeins frá sér þarna. Nær fyrirgjöfinni en beint í varnamann. Emma var fyrir hérna Helga Rakel. Leggur hann tilbaka. Emma með langan bolta beint á Sigrúnu Evu. María fær aukaspyrnu hérna. Sandra keyrir hann inn í bakið á henni. Þá kemur María Björk inn á. Þetta er mjög góðan leik þegar þessi lið mættu síðast í janúar. Og var valinn maður leiksins af okkur hérna á IA-TV. Sandra Ósk kemur af velli. Ekki alveg hrifin virðist vera. Þá spurning, nú hún María miðvallarleikmaður eða vængmaður og Fríða Halldórsdóttir dettur hérna niður í vinstri bakvörðin í stöðu Söndru. Þessi skipting erfið, þetta er vel gert hjá Rakel og að halda þessu inn á, skiptir aftur. Fríða les þetta, setur inn frá Fríðu, hins vegar beint á Tinnu sem að læður honum síðan inn fyrir á Maríu Lovísu. Spurning hvort að Fríða er sett þarna henni til höfuðs reynlega.
tekur innkastið. Fríða setur hann aftur út fyrir 10 mínútur liðnar af síðari hálfleik. Boltinn fram á Unni, Unnur síðan allar að stingunum hérna. Marja og Erla Karitas elta. Heiða hreinsar þetta bara upp stúku. Fríða kastar hérna inn. Marja nær ekki til boltans. Fín pressa hérna hjá Védísi og Marja kemur líka en þá aukaspyrnan dæmd. Réttur dómur hérna held ég. Ætlar að vera erfið fæðing hérna að ná marki og ná að skapa almennilega hættu. Það er aðeins vantað upp og það kemur sendingin í gegn. Aníta út markinu og hún og Eva María vinna þetta vel saman hérna. Engin fleiri mörk en þau sem komið voru í fyrri hálfleik í lengjudeildinni. Kaja reynir að finna Unni. Þetta er langur boltir. Unnur að ná þessu samt. Þegar hún gerir það, síðan setur hún hann fyrir fast á fjarstöngina. Marja tók hins vegar hlaupið á nær. Það er minna á sig. Skagakonur. Kemur kastið, Fríða vinnur skallaboltan hana. Tinna. Sigrún Eva síðan. Fríða gerir þetta vel. Fríða reynir að finna Maríu, tekst ekki. Reynir síðan að finna Unni, hann tekst ekki heldur. Sigrún út á Rakel. Rakel síðan með stungusendinguna. María er rangstæð. Hann gaf sér tíma í þetta. Veit ekki akkur hann beið. Það var engin annar elda. En réttur dómur ætla ég allavega að gera ráð fyrir. En María er búin að vera virkilega hættuleg hérna. Hvort sem það er vinstra megin eða hægra megin. Gríðarlega snögg. Jacqueline á Unni, hún reynir að finna Bryndísi, tekst ekki. Sigrún vinnur boltan. Marja út til hægri á Hrafnhildi. Nær hún að halda þessi ná, það gerir hún. Hrafnhildur með frábæra hreyfingu þarna. Síðan kemur boltinn fyrir á næstungina. Erla Karitas missir af honum og þær komast í boltan. Gróttu konur. Og boltinn síðan út af. Sjáum þetta var vel gerð. Sjáu þessa hreyfingu hjá Hrafnhildi. Þarna vantar lítið upp á. Það nái að gera sér mat úr þessu. Tinna hefur betur hérna í baráttunni við Fríðu. Jacqueline tekur hann niður. Jacqueline út til hægri á Kaju. Brotið á henni og hún heldur áfram með hann. Kaja sé með fína fyrirgjöf. Þetta er skalla frá af Sigrúnu og hendi hérna klárlega hendi á Rakel Lóu en dómarinn hafði ekki í rauninni nógu góða sýn á þetta. Hann var Skagakona hérna á milli og Sigrún dæmd brotleg. Tekur þetta bara stutt, fær hann aftur. Kemur langur bolti fram, Jacqueline skallar hann á Védísi. Frábælega gert þarna hjá Bjargeyju. Leggur hann á Helgu. Helga kemst síðan í skoti og þetta er ekki langt fram hjá.
Þá að koma skipting hjá Gróttu. Nei, ekki strax. Já, þetta skot aftur hérna. Anita snögg að koma þessi leik og snögg fyrir það, en hún að koma inn á hérna Mist Þormóðsdóttir Grönvold. Að koma inn á Gróttu. Eða út á Fríðu, aftur tilbaka á Evu. Hún á Sigrúnu. Sigrún skiptir yfir til hægri, ekki nógu nákvæmt. Rakel komst það á milli. Boltinn tilbaka á Jacqueline. Hún á Evu. Fríða. Jacqueline með slaka sendingu. Lesi af Sigrúnu Ösp, sendingin frá henni eins og er ekki nákvæm. Bryndís nær að snúa. Pressa á hana, finnur Sigrúnu. Sigrún tilbaka á Evu. Bryndís skiptir yfir til hægri, en þetta er beint á Rakel Lóu sem að sendir hann tilbaka á Tinnu Brá. Þá fer Erla Karítas í pressuna. Þessi sending beint á Fríðu, nær ekki að finna Sigrún Evu, en innkast sem að Skagakonur eiga, og þá hlýtur að vera skipting núna eða hvað? Nei. María gerir þetta vel, komin upp að endamörkum, vinnur hornspyrnu. Emma Steinsen hérna til varnar. Þá var það Sigrún sem að tekur hornspyrnuna. Sigrún lyftir þessu aftur fyrir, þetta var arfaslagt. Arfaslagt alveg. Heiða Helgudóttir að fara að velli. Leikmann nr. 11 út af, inn á kemur nr. 14 Mist Þormóðsdóttir Grönvold. Kemur væntanlega bara í hennar stöðu í miðri vörninni. Heiða Helgudóttir kemur á velli. Sigrún lyftir þessu út til vinstri á Rakel, hún kemur þessu á Helgu. Helga nær að snúa, fínt spil hérna, Lovísa á Tinnu, hún á Bjargey, Bjargey síðan út til hægri á Maríu. María að nálgast teginn, Fríða gerir þetta vel, lyftir hún hérna fram kantinn, María Björk nær þessum bolta, fer í árásina, framhjá einni, framhjá annari. Vantar hann að finna einhvern möguleika, sendingamöguleika, hún er ennþá með bolta. María Björk hér reynir að finna Erlu Karítas en Mist. Les þetta vel. Fær hann aftur. Rennir þessu séðan upp í vinstra hornið. Þetta er alltaf framalega fyrir Tinnu. En innkastið á Grótta. Og gult spjald á Jacqueline Purcell fyrir að sparka boltanum í burtu. Aron Ýmir ekki sáttur með það. Enda reyna að benda á að þetta gerist líka í fyrri hálfleik á akkurat í hináttunni, en hann kannski ekki alveg af sama krafti. Tinna í mikilli baráttu við Hrafnhildi sem að hefur betur. María Björk síðan, búin að vera spræk síðan hún kom inn á. En ætlar sér of mikið hérna. Rakel skiptir yfir á Maríu. Þá kemur Fríða í dekninguna. Fríða gríðarlega sterk hérna og togaði í hana hérna og aðstoðardómarinn sá það. Og þannig boltanum sparkaði í burtu.
Og já, hann getur ekki sleppt henni þarna. Og fyrir peysutogi líka. Þá nú réttlætinu fullnægt. Það nú gaman að sjá, það töluvert af fólki hérna bæði í brekkunni og í stúkunni. Enda veður blíðan með eindæmum og það fínt á föstudagskvöldi að horfa á. Þetta slögsending frá Evu. Lovísa nálgast teginn, Eva María síðan hreinsar þetta fram. Vantar svona henslumuninn hjá IA-liðinu, menn það einhvern veginn ekki alveg að ná nógu vel saman, finnst mér, í þessum leik. Það ekki allar að algjörlega á sömu blaðsíðunni alltaf. Unnur Ír, stingur, Marja Björk fer á eftir, mistir á undan í boltan, kemur þessu út til vinstri, það Rakel Lóa sem hann að halda þess inn á. Kemur hún aftur á mist. Marja pressar á hana og hún kemur boltanum á Tinnu sem að gerir þetta virkilega vel út á Rakel. Staðan orðin 2-0 í Mosfellsbænum fyrir afturheldingu gegn Víkingi frá Reykjavík og Haukar einnig komnar í 2-0 gegn Fjölni í Grafarvoginum. Staðan ennþá 1-0 hér. Þegar að einhverjar 24 mínútur eru eftir af venjulegum leiktíma. Og eins og þetta er búið að vera að spilast upp á síðustu, þá IA-liðið ekkert endilega líklegt til þess að jafna metin. Jacqueline þarf að skalla hann hérna aftur fyrir. Og hotspinna sem að gróta á. Það Diljá sem að gerir það, framkvæmir hana að vanda. Það eru erfiðar hotspinnu við að eiga. Það ansi margar hérna inn í marktegnum, hann Anita á erfitt með að aðtefna sig. IA-liðið allt inn á eigin vítateig, kemur sendingin, Fríða skalla frá næstunginni, Diljá fær hann aftur, setur hann inn á fjær og þar er mikil barátta og Hrafnhildur Arín og mist sýnist mér. Þetta endar nú bara með því að boltinn fyrir aftur fyrir og Skagaliðið spilar á stað. Jacqueline út á Hrafnhildur kemur hann langan fram, beint á kollin á, mist. Védís finnur Unni sem reynir að fleyta honum áfram á Erlu Karitas, tekst ekki. Mikil baráttina með henni, Bryndís síðan með háan langan fram á hægri kantinn. Marja Björk hérna hrindir Rakel og réttilega dæmd aukaspyrna. Mist, losar þetta upp í vinstra hornið og þar það Tinna sem er rangstæð. Eva, þetta orðið pínu svona, ég myndi ekki segja vandræðalegt, þetta svona, þeir eru í vandræði með að spila sig í gegn, þannig að konur eru farnar að reyna að setja einhverja háa og langa bolta, en þeir eru ekki að ná að tengja heldur. Ef maður gerir þetta vel, kemur út úr vörninni og hreinsar þetta frá. Það vantar svo sem ekki viljan hjá IA-liðinu, frekar en fyrir daginn. Bryndís, pressa á hana og þeir vinna boltan. Þá er það Helga Rakel. Sendingin á ætlaði Tinnu hana, tekst ekki. Védís missir boltan hann á hættulegum stað. Tinna rennur honum hérna á Bjargey. Bjargey fyrir skotið en Anita ver
En eru þær að, eins og ég segi, líklegri til að bæta við, sem við Védís hann full kærulaus. Og en Aníta vel staðsett og verður þetta nokkuð vel. Sigrún á Unni. Unnur finnur Bryndísi. Bryndís, fyrsta snertingin svíkur aðeins. Boltinn hrekkur út. Og Grótta með boltan. En hún orðin frekar einmanna hana núna frammi Tinna. Mildur fær nógan tíma hérna á Maríu. María upp í hornið á Unni. Unnur aftur á Maríu. María komin inn á teiginn, missir hann aðeins frá sér, fín vörn þarna. María upp í hornið á Tinnu. Eva María eldir. Stígur hana vel út þarna. Allt tilbaka á Anítu. Aftur á Evu. Eva á Sigrúnu. Sigrún. Allt og róleg hérna, allt og róleg. Þær vinna boltan hátt á vellinum. Bjargey. Og síðan hérna María. Lovísa. Erla Karitas vinnur vel tilbaka. Fríða lyftir hún síðan hérna fram. Bryndís í mikilli baráttu. Kaja reynda að setja hann út af hérna. Þetta er hörku barátta hérna. Sigrún les þetta vel. Bryndís á Kaju. Aftur á Bryndísi. Þetta er vel spila núna. Unnur Ír getur aðeins hlaupið á stað hérna. Unnur ætla sér að finna Maríu hérna sem var á hlaupinu inn á teiginn. En tekst ekki. Hún fær að liggja á hérna. Þá var sé nú enda nógur tími eftir. En þær þurfa svolítið að ná yfirhöndinni heimakonur eða þær ætla sér að gera eitthvað í þessum leik. Unnur reynir að lyfta þessu á teiginn. Það er skalla frá Védís. Vinnur boltan, er að læða sér hérna inn á teiginn. Sigrún til varnar. Védís ennþá með, hann leggur hann tilbaka á Sigrúnu. Sigrún ætla sér í fyrirgjöfina. En það er í Rakel, sýnist mér. Kemur kastið. Fríða kastar tilbaka á Evu. Nú er allt Gróttuliðið nánast komið í að sinna varnarskildum hérna. Getur verið hættulegt. Hrafnhildur nálgast teiginn. Hún ætlar sér bara í skotið hérna og þetta lendir ofan á markinu. Alls ekkert vitlaus pæling. En þá er skipting hjá Ía-liðinu. Sigrún Eva að koma að velli í hennar stað. Veronika Líf Þóradóttir. Veronika kemur hérna í fremstu vílinu. María Björk dettur inn á miðsvæðið þá í stöðun hennar Sigrúnar. Spilaðar hérna upp Rakelova. Kemur langan bolta yfir, hérna er engin rángstaða. Fríða virkilega vel unnið tilbaka hérna. Þarna var Bjargey við það að koma sér í gegn. Já, tíminn styttist sífellt. Manni finnst tíminn líða hratt við þessar aðstæður. Þetta Björg Eiríksdóttir búin að gera sig tilbúna hérna á Gróttubekknum. Vantar upp á hreyfingu, heyrðis mér. Margar vantar að meiri möguleika fyrir það sem er með boltan. Hérna kemur Hrafnhildur. Hrafnhildur, sendingin fyrir aftanunni en Erla Karitas heyrðir hann og hún er hérna ein með 3 á sér.
Bryndís lyftir þessu í áttina teiknum. Það er í smá vandræðum en koma þessu frá. Rakel á Diljá. Já, fín sending hérna upp í hægra hornið. Bjargey eldir. Eva María gerir það líka. Og það er Skaginn sem á boltan. Fríða kastar þess á Maríu Björk sem að næra snúa af sér eina. Svo dæmd aukaspyrna. María búin að vera spræk síðan hún kom inn á. Já. Védís hérna á flegiferð. Reynir að stinga honum upp í hornið á Hrafnhildi. Hrafnhildur gríðarlega grimm og vinnur boltan hérna. Finnur Unni sem að næri ekki að komast fram hjá Mist. Sem að las hana vel. En Mist ætla sér hérna töluvert. Halda boltanum, kemur löngsending upp í vinstra hornið. Tinna eldir. Næri að snúa hérna Jacqueline, næri á truflana. Bryndís tekur hann sér niður. Unnur lyftir þessu fram, ætlar að erluða eftir þetta Mist, lesi þetta, skallar hann frá beint á Bryndísi. Bryndís yfir til vinstri á Veroníku sem að finnur síðan Maríu Björk sem er ekki með nógu góða fyrstu snertingu þarna. María með hörku tæklingu þarna og vinnur boltan, stingur hann síðan enda upp í hornið á Unnur Ír komin upp á endamörkum, boltinn fast upp fyrir en í gegnum allan pakkan. Og þá er skipting hjá Gróttu. Það er Edda Björg Eiríksdóttir. Helga Rakel Fjallastóttir að koma að velli. Edda Björg. Staðan ennþá 2-0 fyrir afturheldingu í Mosfellsbænum gegn Víkingi Reykjavík og ennþá 2-0 fyrir Hauka gegn Fjölni. Engar fréttir borist frá Sauðárkróki hins vegar. Það er eitthvað sem segir mér að þessi deild verði í jöfn í sumar. Nema kannski að Keflavík verði kannski í einhverjum sérflokki, ég veit það ekki. Það er ekki ólíklegt. En skalið aðeins að auka pressuna á það núna. Hrafnhildur á Maríu Björk. María nær að snúa. Kemst fram hjá einni, missir hann nú langt frá sér, vantar að skila boltanum betur frá sér hérna Skagakonurnar. Þetta tilbaka á Diljá. Diljá síðan með sendinguna upp í hægra hornið. María Lóvísa fær hann. María á Bjargeyju sem að kemst ekki fram hjá Védísi. Hreinsar þetta fram. María Björk fleitir þessu áfram á Kæju. Kæja missir hann frá sér. María síðan í mikilli baráttu að Sigrún sem hefur betur. Og er þetta Karitas þarna full aðgangshörð. Og heyrir ekki flautunni hreinlega. Það var það einbeitt. Það einbeittur brotavili, skulum við segja. Sigrún Ösp þarf að taka þessa spyrnu. Lyftir þessu inn á teiginn. Hrafnhildur skallar hann upp í loftið. Þarf að gera aðra tilraun, nær ekki til boltans. Bryndís er mætt. Hefur betur hérna í baráttunni við Rakel Lóu. Sendingin hins vegar ekki góð en það var búinn að vinna sér í aukaspyrnu áður. Þetta er að líða ansir hatt hérna fyrir heimaliðið. 11 mínútur að venjulegum leiktíma eftir. Hrafnhildur reynir að finna Kæju, tekst ekki, fær boltan til sín aftur, finnur Maríu Björk. María síðan lyftir þessu upp í hornið og Unnur Íra elda. Mist vel á verði hérna. Mist búinn að vera ansi lungin við að hér er spark boltanum spindi í höfuð og Unnur Ír sem aðeins fann fyrir því. Hún er staðin upp.
Mist búin að vera örugg hérna í vörninni. Edda í baráttunni við Hrafnhildi, stendur hana af sér. Bjargey. Tilbaka á Rakel Lóu. Nei, fyrir ekki Emmu Steinunni. Védís vinnur boltan, finnur Maríu. Það þarf að ganga hraðar. Sendi ekki tilbaka á Jacqueline. Hrafnhildur. Lyftir þessu inn á teginn, Sigrún skallar frá, María fer í skotið en þetta er talsveit framhjá, áhugaverð hugmynd samt. Já, ég veit ekki hvað það er einhver neisti sem vantar í heimaliðið í dag. En við skulum ekki afskrifa þær hins vegar. Staðan er bara 1-0. Og næsta mark held ég að geti bara ráðið algjörum úrslitum það hvort liðið vinnur þennan leik. Geti alveg trúað því ef að IN eða skora fljótlega þá yrðu loka mínúturnar ansi spennandi. En ef að Grótta skora næsta mark þá er hætt við því að leiknum sé bara lokið. Bjargey slaka sendingu hana úti vinstri en þetta heldur þess inn á. María Björk brýtur síðan hérna á Rakel Lóu. Kemur boltinn inn á teginn, Eva María skalla frá. Rakel. Hrafnhildur kemur þessu fram völlin, Kaja eldir, Sigrún er og undan, kemur hún tilbaka á Tinnu. Kaja heldur áfram í pressuna, Tinna losar þetta beint á Védís Öglu. Pressan skila sér hérna, Védís á Veróniku. Verónika aftur á Védísi, fín snerting hjá henni, hún er full snögg á sér hérna. Fljóta á sér og hann ætlaði að koma honum hann inn á teginn. Hafði meiri tíma hérna. En hún gerir sér grein fyrir. María Björk kemur og býður sig, fær hann frá Fríðu. Tilbaka á Védísi, hún á Fríðu. Þetta er miklu betra hjá IA-liðinu núna. Fríða með sendinguna beint í Lovísu. Boltinn síðan hérna fram völlin. Eva María í mikilli baráttu við Tinnu. Tinna hefur betur. Reynir síðan að leiða honum hérna á Eddu Björk. En Jacqueline gerir þetta virkilega vel. Skiptir yfir á Hrafnhildi. Núna sjáum við að þeim liggur mun meira á núna. Enda rétt 7 mínútur eftir. Hrafnhildur á Unni. Unnur lítur inn á teginn, lyftir honum svo en Tinna út úr markinu í smá vandræðum en nær síðan að handsama knöttinn. Kemur skiptingin yfir til vinstri, Rakel Lóa á Diljá í baráttu við Bryndísi. Bryndís nær af henni boltanum, lyftir hún síðan inn fyrir á Erlu Karítas sem er komin eina móti Tinnu, læður honum fram hjá henni og jafnar metin fyrir Skagakonur. Þetta lá alltaf í loftinu, þetta liggur alltaf í loftinu hér á Akranesvelli. IA skorar alltaf á heimavelli, það er bara svoleiðis. Maður var að fann að skynja einhverja svona baráttu frábærlega klárað hjá Erlu Karítas eftir glæsilega sendingu og nú er þetta allt galopið, gott fólk. 1-1. Fríða skallar frá. Nú skyndilega ætlar fara Gróttu stelpur að þjálfararnir vilja að þeir haldi fókus. Maður sér það samt á þeim inn á vellinum, þeim langar í forystuna aftur. Eva setur hann tilbaka á Anítu. Nú er spurning hvort að Skagaliðið nær að fylgja þessu eftir Diljá. Skallar þetta aftur fram, brotið á Maríu Björk. En Skagaliðinu liggur ennþá á. Það er bara svoleiðis, þeim langar að vinna þennan leik. Védís
á Evu, ná Fríðu, Veronika dregur sig hérna út, fær boltan, hún fer í árásina, setur hann inn á teiginn, þar er Unnur Ýr í skotið en það er í varnarmann Védís Agla fylgir á eftir, en nær ekki hreinu skoti á markið. Þetta verða magnaðar 5 mínútur hérna sem eftir eru. Ég ætla bara að fullyrða það hér. Já, Gróttuliðið örlítið slegið út af laginu hérna við þetta jöfnunumark. Hrafnhildur á Bryndísi. Bryndís á Unni, Unnur fer á stað. Diljá pressar á hana og setur hann út fyrir en Gróttu dæmt innkastið. Þá er Skaginn búinn að vinna innkastið, Unnur snögga taka það, finnur Kæju fyrir aftan vörnina, leggur hann tilbaka á Unni sem að fer síðan í fyrirgjöfina, þar koma þessu frá, Lovísa gerir það, hreinsa frá, Tinna í baráttunni, Fríða vinnur boltan að henni, Jacqueline eldir hann tilbaka, Hrafnhildur á Bryndísi, fyrsta snerting að svíkja, mist síðan, hreinsar þetta fram, það er beint á Jacqueline, Védís Agla, leggur hann tilbaka og það er Jacqueline brýtur nú þarna á Tinnu sínist mér en kemst upp með það, Eva á Maríu Björk sem að framlengir síðan, ætlaði Veroníku en tekst ekki, kemur langur bolti fram á Bjarkeyju, Eva María vel á verði þarna, kemur hann tilbaka á Anítu. Aníta er að veltaði fyrir sér að koma með langan, hættir við, setur hann á Jackie. Já, ég held að Gróttu liðið hljóti að vera hundfúlt með að Skagaliðið hafi náð að jafna, voru búin að fá mun betri færi til að bæta við mörkum, en í stöðunni 1-0 þá getur allt gerst og hér er Unnur að lyfta boltanum í áttategnum, Sigrún les þetta vel, tekur hann bara niður. Spilar síðan hérna út á Maríu. Veronika pressar á Maríu. María síðan ætlar sér að setja hann upp í hornið en Védís Agla kemur þessu frá. Tvöföld skipting í vændum hjá Gróttu. Það er að koma inn á Eydís Lilja Eysteinsdóttir, númer 2. Og já, leikmaður númer 4 á skýrslu er nú ekki til, þannig að spurning hvort að það er eitthvað treyja hallari hjá þeim. Leikmaður númer 4 er ekki skráður á skýrslu en hins vegar númer 3 er Margrét Rán Rúnarsdóttir. Já, það er sennilega rétt lesið hjá mér. Margrét Rún og Eydís Lilja, nú bara fór það fram hjá mér hverjar kom út af. Tinna Jónsdóttir í sýnis mér fyrir liði. Kemur langt innkast, Edda að komast upp að endamörkum. Eva María setur hann aftur fyrir og hotspinna hætta við mark í að hérna. Allt í að liðið komið inn á eigin vítateig. Sjáum að það eru 2 hérna Gróttustelpurnar sikkur megin við Anítu. Diljá kemur með spinnuna, boltinn dettur í teignum. Aftur út á Diljá, hún í fyrirgjöfina og þetta er aftur fyrir 1 mínúta eftir. Jacqueline á Hrafnhildi. Hrafnhildur lyftir þessu fram. Unnur Ýr nær ekki til boltans, mist. Setur hann á Sigrúnu. Skagaliðið er að rembast við hann á boltanum, tekst ekki. Diljá stingur þessu inn fyrir. Þar er Eydís Lilja
að elta en Anita les þetta vel og tekur hann upp. Anita lyftir þessu fram á við, Veronika fleitir honum áfram, Unnur Ýr hirðir hann upp. Erla Karitas var hérna og sennilega rangstæð, sýndist mér nú á líkamstjáningu aðstoðardómarans. Unnur Ýr brýtur hér á Sigrúnu. Mist kemur með langan bolta fram beint á kollin og Evu Maríu. Kemur langur bolti beint á Mist. Bæði liðin vilja sækja þennan sigur. Mist með langan bolta, Fríða skallar hann inn á miðsvæðið. Kemur Edda, Védís vinnur á henni boltan. Bryndís fær hann hérna frá vörninni, skiptir út til vinstri. Þar er Veronika. Veronika lyftir þessu síðan inn fyrir Erla Karitasi á hörðum spretti hérna en Sigrún er á undan. Kemur hann tilbaka á tinnu, ekki dæmt þarna á Erlu Karitas. Védís að vinna boltan eða hvað? Nei. Gróttuliðið nær að halda boltanum. Bjargey kemst hérna fram hjá Bryndísi. Bryndís, hún lyftir boltan síðan hérna inn fyrir en það er rangstaða dæmt. Ég er ekki viss um þetta en Anita varði þetta gríðarlega vel. Við sjáum hérna staðsetninguna á henni. Þetta er aldrei rangstaða, aldrei nokkuð tíman en dæmt enga síður. Anita er svo sem gerði það sem hún þurfti, varði þetta vel. María Björk. Gróttuliðið kemur enn eina ferðina. Edda að sleppa henni gegn. Edda fer í skotið úr þröngu færi en Anita ver tæpar 2 mínútur. Komnar fram yfir. Er eitt tækifæri í viðbót. Unnur Ýr á Hrafnhildi. Hrafnhildur á Veroniku. Veronika kemur hann tilbaka á Bryndísi. Hún reynir að setja hann upp í vinstra hornið, tekst ekki. Og Gróta sækir þá Védís með fína pressu þarna. Emma tekur innkastið. Dómarinn búinn að líta á klukku sína einu sinni. Fríða skallar þetta frá. Þremur mínútum eða hvað? Þremur, já. Það er 3 mínútum bætt við, þannig að þetta er bara síðasti séns hérna. Gróta, Jacqueline skallar þetta beint á Bjargey. María Björk vinnur tilbaka. Losar þetta síðan hérna upp í hægra hornið. Unnur Ýr eldir, Mist gerir það líka, boltinn tilbaka á Tinnubrá í markinu, hún reynsar fram beint á Hrafnhildi. Hrafnhildur losar þetta upp en Unnur Ýr var hérna í rangstöðu og þá er bara flautað af. Magnús Valur er búinn að flauta af. Hörku leikur, 1-1 jafntefli. Ég veit ekki hvort ég get sagt sanngjarn úrslit. Ég held að Gróttuliðið sé ansi svegt með að hafa mist þetta niður en annað 1-1 jafnteflið, karakterjafnteflið hjá IA. Þær eru taplausar en við skulum rifja upp mörkin. Hér sjáum við fyrst mark Gróttu. Rakel kemst í gegn og afgreiðir þetta virkilega snirtilega undir Anitu en það var síðan Erla Karitas sem að jafnaði metin eftir fína sendingu frá Bryndísi Rún. Önnur virkilega nett afgreiðsla, þarf ekki að vera fast en þetta var örugt en 1-1 er niðurstaðan og eftir mínum heimildum og þá erum við sennilega með næstu beina útsendingu 7. júlí. Þá eru 2 leikir hérna á Akranesi þannig að þá alveg eftir að spilast úr því hvernig við gerum það allt saman þegar Kári tekur á móti Kórdrengjum en IA tekur einnig á móti Völsungi í kvennaboltanum þannig að við bara fylgjast endilega með. Ég ætla að þakka þeim Snorra Kristleifssyni og Arnari Óðni Arnórssyni fyrir samstarfið í kvöld. Sjálfur heiti ég Örn Arnarsson og fyrir hönd okkar á IA TV þá ætla ég bara að biðja ykkur að hafa það sem allra best þangað til við sjáumst næst. Takk fyrir okkur.